fyrir loftslag og líffræðilega fjölbreytni. En hefjum leikinn, það alltaf gott að kannski kennarinn í mér sem segir að það gott að rífa upp grundvallaratriðin, en gróðurhúsalofttegundin koltvísýringur náttúrulega, eins og flesti vita og allir hér vantarlega, að þetta náttúrulega nauðsynlegt næringarefni fyrir plöntur og aðra ljóstillífandi lífverur. Og þetta takmarkandi þáttur fyrir frumframleiðsluna, og þetta vita gróðurhúsaræktendur vel og þeir nýta sér það og auka styrk koltvísýrings við ræktun og auka þannig framleiðsluna. Nú höfum við náttúrulega aukningu, eða við höfum koltvísýrings styrkur í andrúmsloftinu hefur aukist vegna bruna jarðeldsneyta og aðgerða mannsins, og vissulega hafa þessi svokölluðu koltvísýrings ábyrgðaráhrif aukist líka þar, en þar koma fram fleiri takmarkandi þættir til sögunar, og það hefur verið flókið að áætla aukninguna, hversu mikil hún hefur verið orðið langt aftur í tíman, en Kína og fleiri þeir áætluðu að hnattræn frumframleiðsla landi hafi aukist alltaf 13,3% á þessum síðustu 30 árum. Sem talsvert mikið, 5,9 petagram. Nú ætla ég aðeins að dvelja líka við þessa mynd. Þetta birtist í grein sem uppfærð árlega, Global Carbon Budget, og þetta þá fyrir árið 2024. Og þarna eru hringirnir sem sýna forðabúr eða kolefnisforða í sjó og landi, og örvarnar sýna þá flæðið, en ég ætla að einbeita mér þá að landinu, og þar sjáum við að stærstu hringirnir eru þá jarðvegur og svo permafrost eða sífreri, en stærstu örvarnar eru frá þessu jarðefnaeldsneyti. Það stærsta losunin, eða 89% af heildarlosun af mannavöldum, en losun frá hnignun vistkerfum og landnýtingu líka talsverð, 11%, og þetta miklu stærra hlutfall hér á Íslandi eins og vel þekkt heldur en hnattrænt. En sem betur fer að þá eru vistkerfin okkar, þau eru að binda þessa losun að hluta, 27% losunar af mannavöldum bundin í sjó, 29% í landvistkerfum, en 40% verða eftir í andrúmsloftinu, og það er óheilla ástand. Þannig að aðeins núna ætla ég að draga fram þennan breytileika lífræns kolefnisforða á landi. Það í fyrsta lagi á þessu stóra kvarða, hann mjög mikill milli lífbelta, og efsta myndin hún sýnir lífrænt efni í jarðvegi, Soil Organic Carbon, SOC, kemur nota þessa styttingu, en hún sýnir berlega að hlutfallið eða lífrænt efni í jarðvegi eykst mjög þegar norðar dregur, en lífmassin hins vegar mestur við miðbaug. Þannig að hlutfallið af lífrænu efni í jarðvegi sem af heildarkolefnisforða mestur. Það heitir þessu brúnu litir hérna neðst, þeir eru mestir á norðlægum slóðum. Þannig að þetta mjög mikilvægt að hafa í huga þegar kemur að því að skipuleggja aðgerðir. En líka það mikilvægt að gera sér grein fyrir vistkerfin eru ólík. Og sem dæmi það tók ég fram þessa mynd frá helstu landvistkerfi Evrópu. Hérna til vinstri, það sýnt kolefnisforði í mismunandi vistkerfum. Þar á votlendi vinningin, en sjáum líka breytileikan sem þar að finna. Skógar koma númer 2, svo hérna til hægri þá það hraði bindingarinnar ári, hversu mikið bindst á ári. Og þar eiga skógarnir vinningin. En starfsemi vistkerfa margklungin og flókin, og hún mótast af lífverunum sem þar búa á samspili þeirra, en einnig samspili þeirra við ólífrænu umhverfisþætti, og ólík vistkerfi geta brugðist við umhverfisbreytingum á mjög ólíkan hátt, og hérna bara í myndunum sem dæmi mjög ólík vistkerfi, þar sem að tundran og svo gresjurnar sunnar, þetta reyndar frá Namibíu.
En maður má kannski nefna það að kolefnisflæði vistkerfin, landvistkerfin, eru einn mælikvarði á heilbrigði þeirra. Ef það er jafnvægi þá getum við talað heilbrigð vistkerfi. En hlýnun loftslags og breytingar í veðurfari samfara henni, þau auka til dæmis eins og aukin lengd þurrkatíma, tímasetning regntíma, lengd vaxtartímabilsins, þau orsaka breytingar á mismunandi kvörðum. Og það er rétt að gera sér grein fyrir því að hvar eru breytingarnar að gerast. Breytingar til dæmis á útbreiðslumörkum tegunda hafa verið skráðar og víða, meðal annars hér á Íslandi og aukin útbreiðsla framandi ágengra tegunda. Dæmi frá Íslandi er að finna í skýrslu vísindanefndarinnar frá 2023. En það er líka vaxandi fjöldi vísindagreina sem sýnir að þetta orsakar misræmi þroskategunda og þá er talað phenological mismatch. Til dæmis eins og kannski eru lykil tegundir fyrir frjóbera búnar að blómstra þegar frjóberarnir koma á svæðið og svo framvegis. Þetta líka skapa líka ójafnvægi í samspili tegunda og röskun á fæðukeðjum og það á ensku kallað trophic mismatch. Þegar að beitardýr til að koma inn á svæði þá er uppáhalds fæðutegundin kannski búin að missa næringargildi sitt og svo framvegis. En breytingar á líffræðilegum samfélögum eiga sér líka stað og það skapast ójafnvægi í kolefnisflæði. Og þá er það spurning hvert fer jafnvægi, það aukin losun eða aukin binding. Vistfræðingar leitast við að skilja samspil lífvera og ólíkra ferla og til að geta spáð fyrir hvernig ólík vistkerfi bregðast við breytingum. En breytingar á umhverfisþáttum hafa oft óvæntar afleiðingar og jafnvel í vistkerfum með svokallaðan einfalda fæðuvefi og þarna er ég komin á norðurslóðir og tek sem dæmi þennan einfalda fæðuvef sem kannski virðist vera nokkuð flókin. Við erum búin að einfalda það mikið. Þetta er niðurstaða heimskautaleiðangra sem ég tók þátt í á kanadísku heimskautasvæðunum. Þetta er einfaldaður fæðuvefur að ofanjarðar og en neðanjarðar er að finna annan fæðuvef sem er náttúrulega tengdur þessum og hann er kannski væntanlega mun flóknari. En almennt þá má segja að líffræðileg fjölbreytni auki seiglu-vistkerfa. En þessi líffræðilega fjölbreytni getur átt sér stað á öllum skipulagsstöðum lífs, það er ekki bara spurning að telja tegundir sem sagt. Nú köldu vistkerfi túndrunnar, þau geta magnað hnattræna hlýnun, en hvernig getur það gerst? Jú, þetta mikla kolefni sem hefur bundist yfir tugi árþúsunda í köldum jarðvegi vegna hægra niðurbrotsstarfsemi, það gæti farið að losna þau. En þetta magn lífrænnskolefnis í jarðvegi á köldum svæðum er það bil 50% af öllu jarðvegskolefni heims, sem er 2 sinnum magn kolefnis í loftlagi, andrúmsloftinu og 3 sinnum magn kolefnis í skógum heims. Og það er spáð að það bil 15% af þessu kolefni sem áður var bundið í sífrera og köldu jarðvegi losni út í andrúmsloftið sem gróðurhúsalofttegundir fyrir árið 2100 við óbreyttar aðstæður. Og þetta er byggt á ýmsum líkannagerð, en túndurvistkerfi eru því líkleg til að magna hlýnun jarðar en frekar. Þá tölum við svo kallað jákvæð afturvirkni eða positive feedback. Sviðsmyndin er sem sagt sú að þiðnun sífrera og hlýnun jarðvegs eykur niðurbrot lífrænnsefnis og öndun jarðvegslífvera og þá losnar kolefnið á formi gróðurhúsalofttegunda, aðalega koltvísýrings, en sennilega metan heilmikið líka. Og köldu vistkerfi, en þau snúast frá því að binda lífrænt kolefni, eins og það hefur gert í 10.000 ára, yfir í umfangsmikla uppspretti og losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta er alvarlegt mál. En þessi líkön þau byggja oft á rannsóknum á einstökum svæðum, en ég er búin að draga fram breytileikann, hann er mikill og við þurfum að taka hann til greina og samræmda viðtaka langtímatilraunir þeita því stóru svörin og dæmi það eru alþjóðlega túndurtilraunin
ITEX, International Tender Experiment, sem var stofnað 1990. Og ég tekið þátt í þessum rannsóknum og við spáðum fyrir aukin útbreiðslu runna á tundrunni og það gekk eftir, runnagróður tekur við sér, en svona breytingar, mikla breytingar orsaka líka mikla breytingar á vistkerfisferlum. Og þá ætla ég að nefna rannsókn svona samantekt á gögnum vistkerfisöndun á þessum svæðum, tilraunasvæðum. Það voru 28 tilraunasvæði við svo á tundrunni og jafnaði jók tilraunin. Við skulum sjá, þessi tilraun hún byggir á þessum skýlum, já, það er ekki allir sem að kannski gera sig grein fyrir svona á skýlum sem að líka eftir þessari hlýnun. Og innan skýlana þá jókst hitastigi á sumrin með 1,4 gráður og jarðvegi 0,4 og þetta vistkerfisöndun mælt á sig koltvísýringsflæði og til að gera langa sögu stutta að þá jókst jafnaði losun eða öndun 30% innan skýlana. En myndin er náttúrulega flóknari en það. Þessi aukning hún orsakaðist beint af hlýnunni en einnig af breytingum á staðbundnum jarðvegseiginleikum og plöntusamfélögum eins og til dæmis auknum grasvexti hérna en líka að hún stjórnaðist af staðbundnum aðstæðum sem eru mjög mismunandi. En einnig þessu örvun vistkerfisöndunar innan tilraunaskýlana, hún hélt áfram yfir 25 ára tímabil. Ég ætla bara að varpa þessu örstutt upp til að þetta eru hin mismunandi svæði og ár og bara til þess að draga fram að við erum að fást við svo mikinn breytileika milli tilraunasvæða og líka milli ára innan tilraunasvæða. Ég hef ekki nefnt bindingu hérna en hún eykst einnig með hlýnun væntanlega og það er í undirbúningis afgreining á því innan þessa verkefnis og fyrstu vísbendingar sýna að bindingi mun ekki ná að jafna út aukna öndun sem er alvarlegt mál. Nú, íslensk vistkerfi, hvernig hafa þau brugðist við? Ein helsta samantekt vísindaskýrslunnar frá 2023 er að gróska hefur aukist á Íslandi með hlýnun loftslags. Jákvæð viðbrögð. Þetta er góða fréttir þannig að þau eru að taka þátt í að binda eitthvað af þessu umfram kolefni sem hefur losað af mannavöldum. Land er hins vegar enn stærsta uppspretta losunar á Íslandi, langstærsta og sem orsakast af ósjálfbærri landnýtingu, hnignun vistkerfa, gróður- og jarðvegseyðingu bæði á láglendi og hálendi og ekki síst framræslu votlendis. Áður lengra haldið þá ætla ég að draga þetta fram að loftslagsbreytingar eru ekki eina umhverfisváin sem við stöndum frammi fyrir og líka það að allar þessar áskoranir eru tengdar, nátengdar eins og sýnt hérna á myndinni. Þetta er úr skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna frá 2025 í desember síðastliðinn, alveg rjúkandi fersk skýrsla, hvet ykkur til að kynna ykkur hana. Í þessar skýrsla þá er einmitt lögð mikil áhersla á samtengingu þessara áskorana og ekki hægt að takast á við einn vanda án þess að huga að öðrum. Og loftslagsaðgerðir sem að beinast að landvistkerfum, þær eru ýmsar og flokkaðar í þrennt. Fyrst og fremst, og kannski númer 1, 2, 3, 4 og 5, það er að draga úr losun draga úr notkun jarðefnaeldsneyti. Og til dæmis fyrir tundruna, ég sýndi ykkur þarna, hún er að snúast í því að losa meira heldur hún en hefur verið að binda yfir árþúsundin. Þetta eina raunhæfa mótvægisaðgerðin til að stemma stigu við því er einmitt að draga úr notkun jarðefnaeldsneyti. Við höfum líka möguleika á að stöðva losun frá röskuðum vistkerfum eins og framræstu votlendi en það gerum við sem sagt með verndun þeirra heilbrigðu vistkerfa sem við eigum, vistheimt eða endurheimt vistkerfa og sjálfbær nýtingu lands. Við getum líka aukið bindingu vistkerfum með ýmsum aðgerðum, en það gerum við líka með sömu nálgunum, með verndun, vistheimt og sjálfbær nýtingu lands. Og þarna náttúrulega votlendi og skógar, þeir eru að binda mest,
En það ekki sama hvers konar skógar og nú ætla ég aðeins að nota, ég held að ég eigi eitthvað tíma eftir, að ég ætla aðeins að víkja mitt að þessu atriði og þetta sem að kalla náttúrumiðaðar lausnir, það skiptir máli hvernig hlutirnir eru gerðir og bara með þetta í huga hversu flókin kerfin okkar eru, þá verðum við að vanda okkur og náttúrumiðaðar lausnir benda þetta eru grein Girardi og félag frá 2021 leggja áherslu og það vaxandi fjöldi vísindagreina sem styður við þetta að vanlegustu aðgerðin eru verndun vistkerfa, sjálfbær nýting lands og endurheimt vistkerfa og Ísland þá átti þetta við náttúrulega við votlendi, náttúruskóg og heiðarlönd og þetta gæti sparað heilmikið, þetta gæti sparað og dregið losun sem nemur samtals 10 gigatonn kolefnis á ári. En þessi Girardi og félagar leggja enn og aftur áhersluna á að mikilvægast að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Náttúrumiðaðar lausnir eru viðbót. Skógrækt hluti af náttúrumiðaðar lausnum er það svo, það fyrst að huga því að það til mismunandi markmið með skógrækt og það þarf að skilgreina þau vel. Verndun og endurheimt náttúruskóga eru vissulega hluti af þessum lausnum. Það eru notaðar innlendar tegundir, það eru góð aldursdreifing, mikið segla vegna tegundafjölbreytni, það eru kolefnisríkur jarðvegur sem byggist upp, ávinningurinn er mikill, þetta er langtíma lausn fyrir loftslag og verndun líffræðilegrar fjölbreytni. Útivistarskógar, þetta er þá oftast opin skóglendi í nánd við þéttbýli og veita skjól. Oft er notað bæði innlendar og erlendar tegundir, félagslegur ávinningur er mikill, en ávinningur fyrir loftslag og líffræðilega fjölbreytni er líka vel hugsanlegur ef vel er verk í staðið og ekki eru notaðar ágengar tegundir, eins og til dæmis stafafura. Nytjaskógar eða svo kallaðir plantekrusskógar eru einsleitir, lítil sem engin aldursdreifing og þetta má líta á þetta sem eina tegund landbúnaðar sem þarf að skipuleggja samkvæmt því og finna þeim heppilegan stað og planta ekki ágengum tegundum sem dreifa sér út úr þessum plantekurum. Ávinningur í loftslag er kannski til að byrja með hröð binding kolefnis en það er bara tímabundið en langtíma ávinningurinn er lítill. Kolefniseiningaskógar. Þetta er ný tegund skógræktar. Þetta er einsleitir skógar, lítið sem engin aldursdreifing, líkt á í nytjaskóganum, samræmist illa öllum viðmiðum náttúrumiðaðar lausnir og vistkerfisnálgun. Líffræðileg fjölbreytni og náttúrulegum vistkerfum er fórnað, ávinningur fyrir loftslag lítill sem engin. Það er vaxandi fjöldi vísindagreina sem styður við þessa niðurstöðu og hérna er bara dæmi, það er hérna grein sem fjallar plöntun trjá á norðlægum slóðum, að það sé ekki vænlegt til árangurs. Og ég ætla ekki að fara út í smáatriði hérna, ég held að það sé ekki tími til þess, en þau leggja þarna á Kristensen og fleiri að það er flókið samverkandi ferli sem fara af stað við plöntun trjáa á norðlægum slóðum sem hraða tapi á jarðvegskolefni og þetta tap getur staðið yfir í áratugi eftir aðgerðir. Hugsanlegt er að aukin lífmassi jafni metin á lokum og þá er þetta ljósgrá í glugginn hérna í þessu perlum hérna. En trjáplantekurum með jafnaldar trjám eru viðkvæm fyrir áföllum, þurrki, svo sem eins og þurrki, skógareldum, skordýrafaraldri og það er þessi dökkgrái gluggi hérna sem þið benda á með tíma, þetta er tímaásinn hérna. Og binding kolefnis í lífmassa felur í sér meiri áhættu en binding neðanjarðar. En það er akkurat það sem við verðum að gera með þessar skógrækt, það er verið að auka bindingu ofanjarðar frekar en neðanjarðar. Loftslagsávinningur sáralítill ef nokkur eru niðurstöðu þessara greinar. Nú, valkvæði kolefnismarkaðurinn er ein leið til að flýta aðgerðum, en það er margt að varast. Hann þarf að byggja á góðri þekkingu á starfsemi vistkerfa og líffræðilegri fjölbreytni. Það þarf að hafa strangt eftirlit með þessu. Ef ekki er hætta á að fjölbreyttum og kolefnisríkum vistkerfum verið fórnað fyrir einrækt, framandi og oft ágengra tegunda. Það eru mörg dæmi þegar hér á landi mistök og það brýnt afstýra fleiri slíkum slysum. Þar sem að heilbrigði vistkerfi hafa verið plagð upp fyrir þessa kolefnisskógrækt. Ábyrgð stjórnvalda er hérna mikil. Það þarf að skýra mun betur stefnu þeirra aukna skógrækt og byggja á bestu fáanlegu rannsóknum. Vænlegra er að byggja valkvæðan markað á verndun vistkerfa og líffræðilegra fjölbreytni og endurheimt vistkerfa en svona slíkri skógrækt. Að lokum þetta,
þessi mynd, ég tók hana af vefsíðu frá Sameinuðu þjóðunum, það sem lagt áherslu á að líffræðileg fjölbreytni, þetta sterkasta vörn okkar gagnvart loftslagsvánni. Og til að takast á við umhverfisvandann, þá þurfum við þverfaglega fræðilega nálgun. Við þurfum líka að miðla til almennings og stjórnvalda vísindalegum niðurstöðum og við þurfum aðgerðir sem byggja á vísindalegum grunni. Og með þessu málum ætla ég að þakka fyrir mig og veita Ásdísi orðið. Takk. Kærar þakkir, Inga Svala. Svona. Kærar þakkir fyrir gott erindi og ef að þið hafið spurningar að þá endilega við getum þá spurt á eftir þessi 2 erindi. Þið getið líka sett í tjattið og ég ber þar þá upp. Þannig að ef að það er eitthvað sem þið eru að hugsa núna. Þá ætla ég að bjóða næsta fyrirlesara að halda sitt erindi. Það hún Ásthildur, eða Ásta eins og hún er kölluð, Ásthildur Björg Jónsdóttir, sem er listamaður, menntunarfræðingur og sýningarstjóri, sem leggur áherslur á tengsl listamenntunar og sjálfbærni. Lauk doktorsgráðu í menntunarfræðum frá Háskóla Íslands og í myndlist frá Lapplands háskóla árið 2017 með áherslu á sjálfbærni menntun. Í verkum sínum rannsóknum hvernig listur og skapandi ferli geta erft gagnrýna hugsun, tengsl við náttúruna og menntun til sjálfbærrar þróunar. Hún er einnig starfað sem sýningarstjóri, meðal annars við sýninguna Viðnám í Listasafni Íslands. Svo gjörðu svo vel, Ásta. Sjást glærurnar og heyrist í mér. Frábært. Takk fyrir að bjóða mér að vera með. Þetta verður erindi hjá mér 12 mínútur en ég ætla aðeins að fjalla við ykkur hvernig við miðlum. Það eru ótrúlega mikil þekking sem liggur fyrir hjá fjölda allra vísindagreina en það virðist nú ekki alveg vera svo að þekkingi sé að skila sig inn í breyttri hegðun hjá almenningi. En látum okkur sjá. Rannsóknir hafa sýnt að síðustu 200 árin þá hefur tengsl fólks við náttúruna hríðversnar en Miles Richardson í sinni rannsókn sem hann gerði við Derby háskólann þá virðist vera að tengsl fólks hafi dregist saman alltaf 60% við náttúruna og náttúrulega fyrirbæri. Það má tengja við aukna borgvæðingu, tap á líffræðilegri fjölbreytni, minni miðlun, upplifunar á milli kynslóða og það náttúrulega tengist að við höfum minni tíma til að eyða með börnunum okkar og ég er nú svo heppin að hafa verið alin upp í Sveits þar sem maður eyddi eðlinu samkvæmt líf og störf mikið tíma með foreldrum en þetta er náttúrulega mjög breytt. Mér finnst þessi skýringatafla frá Richardson og félögum sýna svolítið vel þessar tengingar og forsendur ólíkra upplifun og samskipta og þetta á við ekki bara þegar við erum að vinna með börnum eða úlingum, heldur líka þegar við erum að vinna með fullorðnum. Að vinna með skynfæri, tilfinningar, fegur, merking og umhyggju eru allt hefur allt tengingar inn í gildismat okkar og samband okkar við náttúruleg fyrirbæri og sem hefur jákvæða kosti á andlega heilsu, verndun, lífbreytileika, líffræðilega fjölbreytni og umhverfisvænni hegðun. Og þarna taka við ýmsir ráðandi þættir sem að vera að vinna með ef að ekki vera að byggja á hræðsluáróðri. Ef við getum skoðað þessa áhugaverðu mynd eftir þýska málara sem verkið kallast Kennarinn og við getum spurt okkur sjálf því að mörg okkar sem eru hér saman komin í dag erum að starfa við háskóla og við spurum okkur hvor þessara einstaklinga er kennarinn og að mínu mati ef ég hefði meiri tíma þá myndi ég ræða þetta við ykkur en kennarinn þarf að vera í hlutverki aðila. Hann þarf bæði að hjálpa nemendum að finna
tækifæri til umbreytandi náms, en umbreytandi nám felur í sér gagnrýna ígrundun, reynslumiðað nám, samræmd og umræðumenningu sem felur í sér fjölbreytt sjónarhorn sem hjálpar nemendum að skoða breytingu á heimsmynd eða sjálfsmynd og það þarf alltaf að vera einhvers konar aðgerð í kjölfar náms, þannig að nemandinn ekki bara viðtakandi heldur þáttakandi. Því að það eykur sjálfsvitund og sjálfstæða hugsun og styrkir gagnrýna hugsun og dómgreind, getur leitt til breyttrar hegðunar og ákvörðunartöku, valdeflir einstaklinga í þátttöku og til áhrifa í samfélaginu og hefur áhrif á starfsþróun, kennsluhætti og persónulegan þroska. Í rannsóknum mínum hef ég mjög mikið litið til Messerov, Paulo Freire og Patricia Crampton hugmyndi þeirra umbreytandi nám og hvernig við getum skipulagt starf okkar sem kennarar á núna síðustu árum sem hjá mér sem háskólakennari. En þá mjög gott að líta til hugmynda námspíramídan en samvinnunám lítur ákveðnum reglum og við skoðum þessa 3 síðustu dálka sem sýna að nám nemenda sem áhrifaríkustu námsaðferðirnir eru þegar að nemendur taka þátt í umræðuhópum og fá reynslu af því að gera hlutina og fá reynslu af því að kenna öðrum og eru svona virkir í eigin námi. Og þá mjög hollt fyrir okkur að spyrja okkur hversu há prósent af okkar framlagi til kennslu í formi fyrirlestra. Og það eitthvað sem við þurfum að hugsa hvernig getum við sem kennarar og miðlarar á okkar sérþekkingu gefið þeim sem að nema meira vægi í eigin námi og það sem þeir geta stýrt ferðinu svolítið. En af hverju nota listir? Jú, listir vekja tilfinningaleg viðbrögð og opna þannig fyrir ígrundum eigin líf og samfélag og umhverfið. Það eflir tilfinningalega og menningalega tengsl við náttúru og umhverfið. Listir efla samkennd og tengslamyndun og gefa forsendur fyrir siðferðislega ígrundun og ábyrgð. Það kveikja sköpun og lausnaleit. Listir opna fyrir ímyndunarafl og ný sjónarhorn, öðra viðteknum hugmyndum og listir geta útskýrt flókin vísindaleg hugtök sem eru stundum til þess stærðir rosa erfitt að skilja og það geta tengt mjög vel við staði, menning og vistkerfi. Og ég ætla að segja ykkur frá 3 verkefnum eða 4 verkefnum sem ég hef sjálf stýrt. Fyrsta lagi það þetta verkefni sem ég stýrði Erasmus Plus verkefni sem ég stýrði í 3 grasagörðum þar sem ég fékk 3 pör af listamönnum og vísindamönnum til að vinna saman ólík málefni. Það var unnið með vatn hér í Grasagarði Reykjavíkur þar sem voru 3 pör af listamönnum og vísindamönnum, svo unnum við með líffræðilega fjölbreytni í Vilnius og með jarðvægin í Dublin. Ég hveti ykkur endilega til að fara hérna inn á þessa vefsíðu til að skoða það betur, abcde.reykjavik.is. En síðastliðið haust tók ég þátt í sýningu í Safnahúsinu í Borgarnesi visttengt sem tala nú inn í verkefni Ingu Svölu. Þar var ég að vinna stóra innsetningu sem byggir á 3 verkum. Annars vegar var það vistheims Baldvins í Skórholti sem hefur verið að græða upp fiskilæk og þarna gat ég gefið fólki tækifæri til að setja sig í spor birkisins og settu þarna þú voru yfir 100 einstaklingar sem gáfu mannkyninu skilaboð hvernig þeir myndu vilja haga lífinu ef þau væri birki. Þannig að þetta svona í hugmyndir í takt við hugmyndir Nottings siðfræði umhyggjunar og felur í sig að skilja aðra út frá þeirra aðstæðum þar sem ímyndunaraflið í lykilhlutverki. Og síðan hérna lengst til hægri það birkisafnarinn þar sem að fólk hafa tekið þátt í að safna birki. En þetta var svona kannski svolítið út frá því sem vorum að skoða áðan hvernig upplifun á verkum annara eins og hans þessa frábær starf sem hefur átt við stað á fiskilæk til að græða upp landið og það svo fallegt þekking hans á landinu því að hann vinnur þarna með visttengt í samstarfi við kindurnar því að hann líka sauðfjárbóndi og hann sagði að maður þarf bara að vita hvenær
birki þar hvílt, þá tekja þau út af svæðinu. Þannig að þetta að vera alveg upp í sveit, þá þetta algjörlega ný þekking fyrir mig að þetta geti farið saman. Síðan var það verkefni í Grasgarði Reykjavíkur, þessi djúpigræni blaðlitur, þar sem að ég fékk fólk sem hefur einstakt samband við grasagarðinn til að segja mér frá tengslum þeirra við einstaka plöntur í garðinum, sem að leiddi til þess að við vorum með, svo í kjölfari ég og Björk sem fræðslufulltrúi safnsins með ýmiss konar smiðjur plöntur á Íslandi í útrýmingarhættu og válistum. Þannig að maður fékk ólíkt fólk til samstarfs og samtals og við vorum með smiðjur fyrir kennara sem að unnu svo með sínum nemendum framtíðarplöntur sem að veru með ótrúlega hæfileika. Það verður spennandi að sjá hvað framtíðin byrja skauta sig hér. Þarna þessi ímyndaraflið og tækifæri framtíðar. Síðan þetta verkefni sem ég vildi sýna ykkur hvernig maður getur nota listir til að varpa ljósi á vangaveltur ólíkra sjónarhorna. Þarna var ég fengið til að taka þátt sýna í Fals í Grábúndunni Sviss. Þetta svæði þar sem að konur fengu seinast kosningarétt í Sviss, en vandinn á þessu stað að þarna svona sel upp alla dali og það 350 sel og sum þeirra mjög illa farin, að það spurning hvað á að gera við þessi sel. Þannig ég ákvað að vinna bara með konum, ólíku konum á svæðinu þar sem þær gengu með mér og segðu mér frá selunum og tækifærum og þeim plöntum sem að uxuðu þarna í kring. Það vatnslituðu minningar af litunum og plöntunum sem uxuðu og urðu svona falleg vatnslitamynd og síðan teiknaði ég plönturnar sem þau sögðu mig frá og í 4 hátölurum bjó ég til hljóðinsetningu þar sem að þessar ólíku konur voru að segja frá kortunum. Og hér göngulegir að selunum. Mjög áhugavert að sjá eins og þessar konur sem að og hitti ég þær svo sumar og við vorum eftir að hafa unnið út frá og heimsótt þessi sel saman til að loka hringnum. En þetta tengist náttúrulega mjög innri markmiðum Sameinuðu þjóðanna hvernig við getum nálgast heimsmarkmiðin með því að vinna með tilverun og hugsun, tengingu, samvinnu og aðgerðir. En nú ég komin yfir á tíma, þetta mjög mikill örfyrirlestur, þannig að ég held að það ekki tíminn komin Hafdís Hanna. Já, bara kæra þakkir Ásta, þetta mjög, kannski hættir að deila? Já, takk. Kæra þakkir fyrir bara mjög áhugavert erindi og gaman og komst þarna að innri þróunarmarkmiðunum þarna alveg í lokin. Hvernig þetta tengist allt og þessi viðburður þetta svona þverfagleg og það svo áhugavert að sjá að þið báðar að reyna að vinna að landvistkerfum en bara frá ólíku sjónarhorni, þannig að það það sem við viljum líka sýna með þessari viðburður að tengja saman ólík fagsvið. Þannig að kæra þakkir báðar tvær. Nú ætlum við bara að opna fyrir spurningar og ég bið ykkur þá að rétta upp hönd hér inn á Teams og bið ykkur þá líka að kynna ykkur örsnögt og kynna ykkur með nafni og hafa bara spurningarna svona stuttar og skórunorðar og segja hvort þið séu að beina þeim til þeirra beggja eða til annarra hvorar. Vissum að sé einhverjar hugleiðingar eða spurningar þessi málefni, landvistkerfi, Skúli, gjörðu svo vel. Já, heyrið í mér. Já, ég ætlaði bara að þakka kærlega fyrir þetta skemmtilega kombo og í raun og veru bara vera með mjög einfalda spurningu sem að, ég mikill fylgismaður tengsla vísinda og lista og ég held að í vinnunni sem Inga Svala veit ég með ástríðu fyrir sem að tengja saman vísindi og stefnumótun sem nú mjög á dagvinni núna í heiminum og í samfélaginu hér líka að kannski gaman að heyra svona viðbrögð hvernig þú, Inga Svala, sérð þetta hlutverk listana eins og til dæmis Ásta að leggja upp með inn í þetta svona policy, science policy interface mál. Annars vegar og svo hins vegar bara að fá kannski viðbrögð líka frá Ástu aðeins við þessari sömu spurningu. Þannig að þetta nú kannski bara til að gefa ykkur svolítið frjálsan hendur að útskýra fyrir ykkur þessi tengsl ykkar á milli. Aðeins meira. Já. Vona að þetta sé eitthvað vit í þessu sem ég að segja. Takk Skúli fyrir. Já, fyrir.
Takk skuli fyrir spurninguna, þá byrja ég. Þetta bara alveg afskaplega mikilvægt og þau þurfum að vinna meira með þetta, að tengja listir og vísindi. Og það kemur náttúrulega fyrst og fremst að miðlun. Við höldum ekki fyrirlestra, fræðilega fyrirlestra fyrir skólabörn eða almenning og jafnvel ekki fyrir stjórnvöld, sko. Þannig að við þurfum þessa leið til þess að miðla og þetta svo frábær leið til þess að auka skilning, eins og Ásthildur bent á, við þurfum að nota öll skilningavitin einhvern veginn og til þess að taka inn þessar upplýsingar. Þannig að þetta bara afskaplega mikilvægt og við þurfum að gera miklu meira að því að tengja þetta tvennt. Ég ætla að hleypa Ástu núna. Já, og kannski það sem var áhugavert þannig eins og í Fals sem lítið bæjarfélag með 3000 íbúa. Þegar ég var fengin einhver utanákomandi, þá ég er nú heppin að tala sviss-þýsku þannig að ég gat haft svona aðgengi inn þarna en ég byrjaði á að mæta í messu. Ég hafði aldrei komið á staðinn áður, þá mætti ég í messu í kringu svona jólamessu til að þau kynntust mér. En svo að búa til vettvang þar sem þau voru að hlusta á ólíka raddir og þarna einn bæjarstarfsmaður hafði sagt, ég hafði nú aldrei velt fyrir mig þessi kona hefði eitthvað að segja. Hún náttúrulega útlendingur en hún var búin að búa 25 ár á staðnum og var alltaf litið á hana sem útlendingin og maður þekkir það líka vísvegar, þú veist, það hvaðan sem maður kemur þá getur verið konan úr Reykjavík, hún kannski búin að vera 30 ár á staðnum, þannig að þú veist, að það að búa í gegnum skapandi starf, búa til rauninni plattform fyrir samtal, held ég að listirnir geta verið mjög góður vettvangur í gegnum mjög afslappaða umræðu sem var kannski stopp. Kærar þakkir, mjög áhugavert umræðuefni. Gígja, þú ert næst, gjörðu svo vel. Þú ert á mute. Nei, ok, ég skrifa. Jú. Nei, það heyrist núna. Það heyrist, ok, frábært. Afsakið, heyrðu, takk Gígja í Köllu, gaman að geta verið með ykkur frá Bretlandi í dag. Það er mjög skemmtilegir fyrirlestrar báðir og ég hef áhuga á að spyrja því að á Íslandi tala mikið um skógræktina og hún er svona valdið mjög deilum, en ég vinn mikið með bændum hérna í Bretlandi og var akkurat á ráðstefnu í gær þar sem að bændur voru að tala þeirra gróðurhúsa losun og margir þeirra núna að reyna að komast úr losun í bindingu og ég hafði áhuga á hvernig þetta á Íslandi, hvort að svona landeigendur séu að hugsa þeirra svona á fleiri landeigendur séu að hugsa þeirra losun og séu kannski með einhvers konar audit yfir það og hvort að fólk að vinna meira með bændum í þessu. Mér er svo skemmtilegt að Ásthildur var að tala að hafa verið að vinna með þessum bónda, þannig að hversu mikið er þetta í umræðinu heima á Íslandi, því að þetta er meira og meira að koma upp hérna. Takk, Gígja. Inga, vilt þú taka það? Já, ég skal alveg byrja, en varðandi þetta, ég held að bændur séu mjög uppteknir af þessu og meðvitaður að þeirra starfsemi í landbúnaðurinn er ákveðin uppbreytt af gróðurhúsalofttegundum og þeim er mikið í mun að minnka þá losun og það er ýmis verkefni í gangi. Ég er kannski ekki besta manneskja til þess að gera grein fyrir öllum þeim verkefnum, það er fjöldi verkefni í gangi sem miða mitt af því að takmarka losun. Og ég veit líka að Land og skógur vinna mikið með bændum varðandi þessi verkefni og þannig að þetta er í gangi og það er mjög ánægilegt að hugsa til þess og já, ég ætla bara að segja þetta gott í bili. Ásthildur, kannski. Já, það er kannski líka svolítið áhugavert fyrir okkur að hugsa það sem erum búin að lifa meira en hálfa öld að þegar ég alveg upp í sveit þá gekk öll sveitastörfin út á það að tína grjót úr flugum sem var verið að framræsa til að gera landi betra af því að á þeim tíma
hélt fólk að það væri verið að gera landi betra með því að rækta upp lönd. En svo bara breytist þekkingin og áhersluna með, en auðvitað er þetta flókið fyrir bændur líka sem hafa kannski verið fyrri hluta starfsævi sinnar í að ræsta fram land og allt í einu fá þeir upplýsingar að þetta sé að versta sé að gera. En Baldvin í Skórholti, þessi frábæri maður, hann sagði, og svo fallegt og í takt við áherslu Sameinuðu þjóðanna, hann sagði, það ætti að vera í eðli hvers manns að skila landinu í betra ásakomulagi en það var þegar það tók við því. En svo er alltaf þessi spurning, hvað er betra ásakomulag? Og það er eitthvað sem við þurfum sem fræðasamfélagi að hjálpa, bara frá unga aldri, byrja 4 ára aldur að þróa með þessi gildismat og þetta er en fullt af fullorðnu fólki sem gerir sig ekki grein fyrir hvar vandi liggur. Kannski bara skilta því að bændur, þeir eru náttúrulega, þeir þurfa að yrkja landið, þeir þurfa að breyta því og þess vegna er þetta svo mikil áskorun og það er mikilvægt að veita þeim þann stuðning sem þeir þurfa og bestu rannsóknir og svo framvegis, en ég held að viljan sé fyrir hendi alveg. Og líka ekki að þeir upplifi skömm, þegar leiðmar upplifi skömm og maður sé eitthvað, heyrðu, þú ert búin að ræsa fram landið, þá er það heldur versta sem að það farir ekki vörn. Nei, það er voru mistök sem voru gerð, en það er ekki, sökin er ekki fyrst og fremst þeirra. Já. Takk kærlega. Auður, gjör svo vel. Já, heyrist í mér? Já. Já, flott, þeir bara kæra þakkir fyrir áhugaverð erindi, báða tvær. Ég heiti Auður Ingólfsdóttir og ég er eins og starfandi á loftslagssviði umhverfis- og orkustofnunar og ég hjó aðeins það sem þú sagðir, Inga Svala, varðandi valkvæða kolefnismarkaðinn og svona að þar þurfa að vanda til verka og ég bara, vegna þess að þetta er það kom út skýrsla, það eru örugglega 1,5 ár síðan sem að stjórnvöld gáfu út þessa kolefnismarkaði og svo hefur svo vinna verið dálítið stopp innan stjórnkerfisins og við fáum mikið af fyrirspurnum til okkar og erum oft bara dálítið vandræðum með að svara. Maður hlutar til að því hefur ekki verið lagt fjármagn í að bara einhver kafi alveg. Þetta er bara mjög flókið. Þetta er flókið. Og mér langaði kannski bara að spyrja, hefur þú eitthvað skoðað að fylgst með að veist af, til dæmis ef einhver myndi spyrja þig? Af því að við til dæmis höfum ekki getað markvisst farið í gegnum mismunandi vottanir og hver er einhvers virði og hver er bara einhver grænþvotsstimpill. Þekkirðu til einhver svona kannski verkefni eða annað sem þú myndir treysta frekar en öðrum? Þú meina kolefnisverkefni? Já, eiginlega vottanir á svona landnýtingarverkefni. Já, það er ýmislegt í gangi núna og ég held að sé ekki komið nein endanleg vottun, en það er ýmislegt í gangi og það er svo vinna fyrir aðalega fram innan Lands og skóga sem þetta sem snýra að landinu. Þannig að votlendi en líka varðandi skógrækt. Og ég held ég hef verið, það hefur verið ýmislegt, ég hef fengið inn að mitt borð umsagnir til dæmis val á landi til skógræktar og ég lagði mikla vinn í það en mér sýnist þeir ekki hafa tekið fullt mark á því sem að ég ásamt fleirum fræðimönnum innan Háskóla Íslands gagnrýndum þetta verulega. Þetta er en vonandi hefst svona samtal þar sem að við getum þá reynt að miðla betur þessari vísindalegu þekkingu þannig að það sé hægt að taka réttar ákvarðanir. Svo er annað verkefni sem finnst ætti að vera alveg í nánum tengslu við þetta, það er með val á tegundum til skógræktar. Mér sýnist, þetta er allt í gangi, þannig að þetta hefur áhrif á þetta mótun þessa vottun held ég hljóta að vera, hver niðurstaðan verður. Vonandi bara fáum við góða lendingu í þessu málum. En vinnan fer fram innan Lands og skóga fyrst og fremst, en vonandi með aðkomu fræðasamfélagsins í heild. Ég vona að þetta hafi svarað nokkurn veginn. Já, þetta er ekki eitt svar, en bara gott að heyra hvað fleiri er að hugsa. Einmitt, takk fyrir þetta. Nú eru 2 sem eru búin að rétta upp hönd og svo er ein spurning í tjattinu. Við eigum 1 mínútu eftir, ég ætla að leyfa mér að fara aðeins fram í tíma, þannig að þeir ykkar sem hafa ekki tíma áfram, þeir bara þá farið út af fundinum, en Þorri, gjörðu svo vel.
Já, sælverið, Þorvarður heiti ég, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði og ég eins og aðrir vil byrja á því að þakka Ingu Svölu og Ástu fyrir frábær innlegg. Það er svona nokkur hluti sem að ég vil kannski aðeins hnykkja á. Sko, mér fannst mjög mikilvægt það sem kom fram hjá Ingu Svölu varðandi það að hér erum við að tala loftslagsbreytingar, en í rauninni getum við ekki bara að tala loftslagsbreytingar. Við þurfum að horfa á líffræðilega fjölbreytni, við þurfum að horfa á mengun og við þurfum að horfa á sjálfbæra þróun. Þetta er allt saman hluti af sama pakka. Þannig mér finnst mjög mikilvægt að höfum það í huga. Án þess að ég sé að gera lítið úr loftslagsbreytingum, eða mikilvægt þess að ræða það. Hitt sem að ég líka hjó eftir, sko, það varandi þessa þverfræðilegu nálgun sem stöndum að þessari fundaröð eru mjög mikið markvisst að reyna að vinna að og þið náttúrulega báðar svolítið hentu ykkur út í djúpulaugina og eigi hrós skilið fyrir það og frábært að sjá tengingarna sem urðu þarna á milli. Það sem að ég kannski velti fyrir mér, sko, er sko þverfræðilegt samstarf getur verið ýmiss konar. Og ég tek undir með Ingu Svölu og það er mjög mikilvægt að fá fólk með listabakgrunn inn í miðlunina, en ég held að við þurfum allavega í vissu tilfellum að ganga lengra. Við þurfum að búa til rannsóknarverkefni þar sem að listamenn og náttúruvistamenn eða aðrir raunvísindamenn mætast á jafningja grundvelli. Og þetta sem Ásta var að segja okkur frá í grasagarðinum og víðar, það er svona kannski gefur okkur einhverju hugmyndir hvernig hægt er að gera þetta. Og svona að lokum að því við erum búin að tíma að þá held ég að við ættum kannski sérstaklega að hugsa endurheimt votlendis í þessu samhengi. Þetta er það sem að stjórnvöld eru að leggja mesta áherslu á, skilsmanni. Þetta er svolítið svona borleggjandi. Þetta hefur mýrarnar, þær hafa á sig alls konar stimpla í hugum kannski meginþorra landsmanna frekar neikvæða. Þannig að þarna er gríðarlega mikið verk að vinna og ég er bara hér með kalla eftir því að vísindamenn og listamenn takja hendur saman við að hjálpa okkur að finna leiðina að því að gera þetta sem best. Vil ég bregðast til þessu? Já, ég bara þakka þér fyrir þetta innlegg, Þorri. Ég held að við þurfum að gera miklu betur og ég þarf sjálfsagt að skerpa mig varðandi þetta. Þetta er ekki bara spurning miðlun, þetta er miklu meira að tengjast listsköpun og varðandi að fást við þessi vandamál. Og kannski ég bregðist líka örstutt við því að ég hef margra ára farsælt samstarf með Þorra að vinna með listur og vísindi saman. Að það er svo mikilvægt að muna það að listirnar sé ekki bara til að myndskreita rannsóknarniðurstöður, heldur er þetta farvegur eða vegferð sem að hægt er að vinna samhliða. Takk. Sigurður, gjörðu svo vel. Já, ég fæ að koma aðeins inn. Takk fyrir það. Já, við leyfum já, gerum það. Ég leyfum það aðeins lengri tíma. Ég skal vera stuttorður. Ég er plöntuvistfræðingur og þekki mörg ykkar, en þó ekki öll. En mér langar vegna það sem Gígja var að segja hérna á hann, vinna með bændum. Ég hef verið að vinna með bændum í Hrunamannahreppi og ég get sagt það að þeir eru að vinna á afrétti Hrunamanna og bændur eru þær að græða upp land, en þeir eru beita líka afréttin hóflega að mínu mati. Þannig að þeir eru, ég held að þeir séu alveg meðvitaðir hvað þarf að gera. Og annað sem mér langar að nefna að ég tek undir það með Ingu Svölu að gróska hefur aukist mikið og ég hef bara gögn upp á það núna fyrir Hrunamannafrétt að gróska hefur aukist frá 1986 og til 2023 og þannig að það er greinilegt að það er mikið að gerast á hálendinu. Og svo er annað sem að Inga Svala nefndi, hún talaði um það að í þessum búrum eða skýlum sem hún hefur verið að skoða þá hafa runnar aukist. Þetta er ekki alveg mín reynsla af Hrunamannafrétti.
Þar hefur til dæmis, hefur fjallrapi, hann hefur minnkað og drepist á stórum svæðum. Og það getur líka verið loftslagsáhrif vegna þess að það eru skordýr sem hafa drepið hann. Og þá koma grösin í staðinn. Þannig að þetta getur verið flokklara bara í náttúrun heldur en í þessum búrum. Það þarf að taka það til greina. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra en bara þakka fyrir þessi. Þetta gaman að sjá hvað þið hafið fram að færa. Ég nú ekki svo mikið í listunum, en það gaman að fletta þetta saman og það örugglega mjög mikilvægt. Takk. Takk Sigurður, áður en að kannski þið bregðist þessu, þá ætla ég líka að lesa upp það sem Gunnar Ágústsson skrifa hérna á tjattið, eru aðgerðir eins og friðun og moka í skurði nóg til þess að auka líffræðilega fjölbreytileika, þurfum við ekki að koma með jákvæð inngrip, innspýtingu til að flýta fyrir það sem við mannfólkið hefur verið duglega á hinum endunum. Þannig að kannski bara þannig að það komi líka fram þetta sem var á tjattinu. Þannig að ef þið vilja örsnögt bregðast þessu áður en við lopum hundinum. Ég vildi bara aðeins bregðast við hérna Sigurður, sko, ég gat ekki á 20 mínútum gert grein fyrir öllum smáatriðum varðandi rannsóknir okkar í þessum búrum. Ég veit að þetta eru lítið svæði en við erum með þetta viðsvegar á túndinum. Við erum að sjá alls konar viðbrögð. Við erum líka að sjá aukna skordýrabeit og við höfum verið að mæla það líka. Og fjalldrapinn hefur verið að drepast hjá okkur og svo framvegis. En hérna þetta er stóra myndi sem ég var að draga upp. Og varðandi spurningun í tjattinu, aðgerðs og friðun, mókaskurð. Já, ég er ekki alveg viss hvað á við með jákvæð inngrip eða innspýtingar að flýta fyrir, ég held að þessi aðgerðir sko, hljóta allar að miða að því að flýta fyrir og það er ákveðin sko, þetta er aðkallandi að eiga við þessi mál og þetta að mókun í skurði, þetta endurheimt votlendis, þetta er flókið fyrirbæri og það var með á vistfræði ráðstefnu síðustu, það var Land og skógur, fólk frá Land og skógi að kynna þessar aðgerðir og þetta er ekkert svona hlaupið, þetta er ekki bara mókun í skurði, þetta er miklu meira og þetta er flókin ferli, þannig að við þurfum að vanda okkur. Við þurfum að gera þetta vel og það er til þekking sem við getum byggt á og þetta þarf að taka tíma en það er líka, við þurfum að fara í þessar aðgerðir sem fyrst og þetta er bara eiginlega mín skilaboð. Ég ætla ekki að fara að lengja það frekar. Og kannski í samhengi við það, þá er vert fyrir okkur að muna að enginn getur gert allt en allir geta, ef allir taka hendur saman, að þá getum við orðið meira komið meiri verk, þannig að kannski að virkja almenning líka, ekki bara fræðasamfélagið og þá sem eru og skapa aðstæður þannig að allir á landinu upplifa þeir geti lagt eitthvað til málana. En mér fannst rosalega áhugavert hjá honum Baldvin í vistheimtinni hjá honum í fiskilæk sem ég hafði ekki heyrt áður. Hann sagði með sandana undir Hafnarfjallinu það er mjög mikilvægt fyrir hann að því hann er að láta birki dreifa sjálft, hann plantar engu bakkaplöntum, heldur er þetta allt bara sjálfsáning. Kildurnar eru mjög mikilvægar þarna til að rjúfa svörðin til að birkifræin komist niður. Því að stundum er svo miklu þurrkar að það þarf bara hjálp sauðfésins til að þeir vinni þetta saman. Mér finnst það mjög áhugavert. Ég hafði aldrei einhvern veginn upplifað það áður og líka skapa aðstæður fyrir það náttúrulega við erum mjög heppin á Íslandi, það er mikil áhersla á skapandi greinar í grunnskólum en það mætti vera meira í framhaldsskólum og þverfaglegt á háskólastiginu, þannig að það eru mjög mörg önnur lönd sem eru með skyldugreinar í skapandi greinum inn í vísindagreinum, þannig að listirnar komi inn í samtal við önnur fög, raunvísindafög, þannig ég hvet þeir sem hafa með raunvísindafögin að gera að hvetja til skapandi nálgunar þar. Takk Ásthildur, ég má aðeins bregðast við áður þessu líkur, sko, takk fyrir þetta og þetta þurfum við raunvísindafólk virkilega að skerpa okkur í, held ég bara, en að lokum aðeins varðandi sauðféð, þetta sem hefur komið fram þetta dregur svo skýrt fram hvað umræðan í Íslandi er alltaf svart og hvít.
Þetta er, sko, við höfum þetta, ósjálfbær landnýting hefur að miklu leyti til verið vegna ofbeitar, en sauðfé er ekkert alveg alls slæmt fyrir það, eins og þú dregur fram þarna þessi reynsla og maður hefur heyrt þetta víðar og mér langar til að nefna eina mjög athyglisverða rannsókn sem að Anna Guðrún Þórhallsdóttir leiðir sem sýnir það til dæmis að láglendi, að beit á graslendi á láglendi eykur kolefnisforða láglendisins samanborið við friðursvæði sem það sem beitin hefur verið fjarlægð. Þannig að þetta er ekkert svart og hvítt, þetta bara undirstrikar enn eina ferðina hvað við erum að fást við flókin kerfi og við megum ekki falla í einhverja skotgrafahernað með eða móti, við þurfum að ræða hlutina á þeim grundvelli sem að, bara eins og þeir eru og byggja á bestu heimildum og listirnar, ég tek alveg sannarlega undir það að við getum, við þurfum að skerpa okkur í því raunvísindafólkið að beita þeim fyrir okkur líka og tengjast þeim. Þeir kæra þakki fyrir þetta báða tvær, fyrir fróðleg erindi og svo vil ég bara þakka þessari frábæri þáttöku á þennan fund. Þetta er fyrsti fundur sem við prófum að hafa svona á netinu í þessari viðburðaröð og það er algjörlega framar vonum hvað eru mörg mætt á þennan fund og takk þeir sem voru með spurningar. En það er einmitt hlutverk þessa viðburðaröðar að einmitt ná þessu samtali, tengja saman mismunandi fræðasvið og hvernig þetta tengir svo loftslagsmálum og rannsóknum. Og næsti viðburður verður 10. júní, þá erum við allan verðum með viðburður með heilsu og loftslagsmál og rannsóknir. Þannig að við munum senda það inn og ég ætla að biðja samstarfskonur mínar að setja aftur hlekkin hérna inn á chatið með að ef þið viljið skrá okkur á póstlistan. Já, hann er kominn. Þannig að bara kæra þakkir og við sjáumst næst. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Takk fyrir.